Yeah. Yo, I'm living in this time behind enemy lines, so I got mine, I hope Þeir eru sestir hérna hjá mér. Manni vel, langt sem þú komst. Já, búin mikið að gera. Mikið að gera. Ennþá lengra sem þú komst, Gunnar. Já, bara sama hér, frjálega að gera. Þurfti ekki að setja hann bara í smá pásu líka. Jú. Bannorð í dag, Altanes. Hvað er þetta, þriðja pásan? Þriðja pásan. Já, búið að rísa einhverja menn, við ætlum ekki að ræða það. Við ætlum ekki strax að fara í silly season. Nei. Við ætlum að kveðja eitt lið, við ætlum að byrja á því. Sko, Keflavík dutt út frá því ég var hérna síðast. Og ég ætla svona að gera upp, voru þeir dottnir út síðast þegar ég var hérna? Nei, það var 8 leikur þar. Já, það var 8 leikur. 8 leikur sundaginn. Já, ég var ekki búinn að gera það upp. Nei. Hvernig greitum við seasonið á Keflavík? Er Danni jafngamall þér? Ég er alltaf að spyrja þig. Hann er 1 ár yngri. Já. Hvað enda í 5. í deild og dett út í 8. úrslitum. Já. Og undanúrslitum bikar, eða ekki? Já. Já, þetta er ekkert merkilegt season. Er þetta ekki svona mjög, bara svona einhvern veginn, er þetta ekki mjög mikið svona, þú uppfylltir engar, eða þú fórst alls ekki fram úr neinum væntingum dæmi, fattiði mig? Já. Þetta er svona, Það er svolítið mjög mediocre, sko. já, þetta er ekki, í fyrra þegar Pétur er látin fara og þeir eru einhvern veginn bara svona að berjast að komast í playoffs. Já. Þeir voru ekki þar. Nei, en svo bara, hann alltaf tók ákvörðun, taka Remi, svona núna eftir og hyggja að létta sig eftir og hún var röng. Hann varst ekkert svo slagur í þessari seríu, Nei, hann bara upp á það að þeir endi í 5. sæti, hann var bara aldrei með, er í leiðilegri stöðu þegar tímabilið endar og svo líka bara, mér fannst hann endar mjög slagur í þessum 8 leik, sko. Hann var slagur í 8 leiknum, já. Bara varnarlega og sóknarlega, sko. Sérstaklega í seinni hálfleik. Já, þegar hann kom þess að 4. villu og bara, þá voru þau bara 4 ekki vörn. Ég meina, Nikolic fór einu svona á hann á póstunum bara, hann tók bara eitt spinnmove og bara kom inn í layup, sko. Já. Og hann getur ekki neitt, sko, þannig að það er svona... Sammála því. Ég er bara, hann var ógeðslega lélugur í þessum 8 leik. Hann er bara... Nei, þessi Nikolic þarna. Já, en hann vann þó. Mér er alveg sama, þú veist, þó að einhverju svona gaurar sem að fara ómörg þjálfararnámskeið og segja mér að hann sé stór og getur skipt á öllu og sé bara geggjaður. Gæinn getur ekkert. Hann er ömurlegur. Hann er lélegri en Rati. Já. Reyndar ekki hörð samkeppni þar. Sko... En hann setti mannstu eitt skot í lokin og hann fagnaði svo mikið og Eikoks og Booker og það var bara svona... Já, það var svo sett eitthvað highlights mynd af honum og talaði þessi 5 stig sem hann skoraði. Bara herru, hvað var það? Þessi 20 klikkuðu skot og bull sóknir sem hann startaði, sko. Væri hann ekki betri ef hann myndi hætta að skjóta svona mikið? Já, sko... Þú veist það, af hverju hann að skjóta svona mikið? Af hverju hann taka svona mikið að skotum af dribblinu? Já, ég segi það. Að því að sko ég kaupi alveg að hann sé góður í einhverjum hlutum sem einhverju þjálfarar sem hafa farið á fleiri námskeið en ég sjá og þú veist, hann er örugglega ágætur í ýmsu og eitthvað svona. Já. En af hverju spilar hann þá ekki bara þannig? Fattið þið hvað ég meina? Hann er bara mjög oft í crunch time bara að taka, þarna setta hann nokkur en í seríunni átt hann líka leikið þar sem hann skaut á út úr leikjum, sko. Já, og þetta er... Af hverju var að ræða hann gaur? Nei, já... Erum við ekki að fara að greita Keflavík? Jú, greitum Keflavík, ég þurfti bara að koma inn á þetta, en já, Remi, hann var sérstaklega lélegur í seinni hálfleik og Valur voru náttúrulega bara að punda endalaust á hana blokkir í, þú veist. Og fóru bara sitt hvor megin, það var bara Hilmar eða Remi sem fóru alltaf á. Og það var svona, í seinni var eiginlega ekki hægt að hafa hann inn á, þú veist, að því að hann fór bara út í horn í sókn. Og svo var eiginlega ekki hægt að nota hann í vörn heldur, sko. En ég meina, þú veist, við sjáum í gær að í Tindastóls Stjarnan og við ræðum það betur náttúrulega eftir. Ég meina, þeir pósta upp held ég bara í fyrstu sókn eða eitthvað þá. Held ég að Drungilas eða Badmus póstar upp. Já, Drungilas, já. Einhvern. Og það kemur bara strax double team. Þeir forsa stólnum bolta og keyra á hinum megin. Ég meina, ef það er eitthvað sem að Valur hefur ekki, þá er það gott spacing. Ég skil nú ekki okkur, Keflavík ætti nú alveg að geta, það er eins og þeir hafi ekki verið með neitt plan. Nei. Að sé verið að punda á inni teig, bara Nikolic er að taka Remi í póstinum.
Já. annarkvært ákvaðu bara þjálfarateimi Keflavíkur að doppultíma ekki eða þá bara að þeir bara eru ógeðslega lélegir í því sko. Já. Af því að þú getur skilið alveg svolítið marga oft eftir allavega í einhverja róteringar og gert eitthvað annað en að skilja það eftir á eyðieyju sko. Hvað eru margir inn á sama tíma af val sem þú getur doppeltímað af? Þú veist, er það Lazar og Kristó? Er eitthvað fleiri eða? Hjálmar er nú alveg töluvert inn á líka. Já, Hjálmar. Já. Kísjón. Ef að Kísjón Woods er í horninu hinum megin þá getur þú alveg komið með einhverja róteringar og sætti við eitthvað close-out á hann, skilur við. Já. En þú veist bara klárlega allavega svona 2-3 í liðinu sem að eru í 7-8 manna rotation. Þannig að ég veit það ekki. Áhugavert bara. Talandi um þetta Keflavíkurlið. En hvað ætlum við að gefa Keflavík? 1-10? Þetta 5 eða? Já, þetta er 5. sæti í deild. Nær Danni prófin ef það þarf 5? Já. Ég meina, menn með ekki fara fram úr sér, þú veist. Ég held að hann ná alveg prófinu, en þú veist, og á mætingu og þú veist, eins og þú oft, skilur, þegar þú varst í menntaskóla og náður svo mætingu og einhverju svona harki, sko. Já. En já, þú veist, ég held að ég ætti alveg að stikka bara við hann, sko, og halda áfram í þessu. Já. En ég held að hann sé bara fínn þjálfari, en þú veist, þeir fara í 8 leik og tapa á móti Val. Þú veist, hefði getað dotti hvorum eins og Valur er samt ekki eitt af 3 bestu liðum landsins, sko. Ég var mjög fúll með nokkra gaura þarna hjá Keflavík í þessum 8 leik. Egor, Möller, Hilmar Pétursson, hann fjall alveg á prófunu í þessu play-offsi, sko. Hann spilaði mjög góð vörn á frænda sinn, en hann var mjög slakur sóknarlega og steig ekki upp, fannst mér. Sko, ef að við gefum Keflavík 5 og Danni heldur áfram með þetta eitthvað project, ég er nú ekki alveg sammálaður ef við ætlum að gefa þeim 5, sko. Það er eiginlega frekar til að gefa þeim 4. Mér finnst eiginlega ekkert merkilegt við þetta season hjá Keflavík. Nei. Það er bara svona að þeir fara þarna miðja deildin í playoffs, tapa á móti svona öðru liði sem að er svona 4. til 7. sætis lið. Þessi lið hefur náttúrulega líka ekki endaðar ef að KR hefði ekki hangið á Aleksa Júkovic fram á jólum, sko. Það var svo leiðilegt að tekja þessi ákvörðun, svo er Remi ekkert með. Já. Þá ertu ekki með Kanan á æfingum, þannig að gæðin droppa töluvert, þar ertu ekki með pointguardin eða neitt. Þannig að eins og eftir að hyggja var þetta ekki rétt ákvörðun og þannig að ef við ekki segja hann hafi bara fallið þá með þessa ákvörðun sinni. En er þetta samt bara svona free passi fyrir alla hina að Remi Martin dæmið hafi ekki gengið upp? Ég er bara að muna svo mikið að þú æfir ekki án Kanans allt tímabilið. Gæðin bara droppa svo mikið á æfingu og Keflavík voru mjög lélegir þegar voru kannlausir. 5 atvinnumenn, þeir eru með 4 þó að Remi sé ekki, sko. Já. Svo ertu með Halldór Garðar, Hilmar Péturs, Óla. Já. Það er alveg nóg af leikmönnum þarna, sko. Já, en já, ég finnst þetta að vera hálfgert feil. Já. Ef að gefa þeim 5 eða 4. Ég er nær 4, sko. Já, ég veit ekki. Mér varst mér leiði vel með það fyrir 8-leikinn og þeir ollu með mjög miklu vonbrigðum í þessum 8-leik. En þetta var samt alveg, ég meina, þeir eru ekki með neitt íþróttamann eða þú veist, þetta er voða svona eitthvað, bara einhverju hvíti gaurar að spila bolta dæmi, sko. Egor er nú hell of an athlete. Hann er ekkert hell of an athlete, skilur. Og svo sem Hilmar Péturs og Óli eru líka hell of athletes. Ég er að tala bara, þú veist. Bucket getters. Já, bara kannski, ég meina, í hinu liðinu ertu með Eikoks, þú veist, sem getur varið hringinn og Keflavík fór eiginlega ekkert á hringinn, bara náðust í serinni, sko. Hilmar fór nú mikið á hringinn. Já, en hann gerir samt ekki nóg mikið að því. Valur eru bara miklu betri í vörn. Já. Og það er erfitt að vinna Val á einhverju svona isolation, eins og með Remi, þú veist. Það er eitt sem að spila þessi samt inn í góðan samning, það er Mirza Bulic. Já. Sá var góður. Og bara meira segja, þú veist, efasemdir hann varnarlega, sko. Já. Hann var bara góður að verjast boltaskrinnum og hann var bara frekar öflugur í vörn, sko. Hann heldur Kristó alveg niðri. Já. Þannig að... Svo var líka bara betri sókn heldur en ofta, það var að klára þessi ljótu húk, sko. Já, Mirza Bulic var mjög góður. En hverja erum við strákar að rísa hérna? Já, Keflavík. Já, við gefum þeim 5, við höldum Danna, reynum aftur, þetta var Kana vesen. Hvað ætlum við að gera? Ég myndi reyna að taka Mirza aftur. Ok. Já, ég myndi... Þið að taka Egor aftur? Já. Já, ég er samt eins og... Mér líður eins og ég sé eini maðurinn á Íslandi sem er ekkert eitthvað súper hrifinn á honum, sko. Hann er samt alveg góður, sko. Já. Hann er ekkert ofur, en...
Ef ég myndi bjóða þér og Keflavík, Já, annarkvort Dwayne Lautier eða Egor. Dwayne Lautier. Já, þá ekki bara bjóða Dwayne samning. Ég væri bara til í að báða, hafa það sitt hverju megin. Og ímaður, Fyrst trist. bara ofbeldi að hugsa út í það, sko. Akkurri. Hann er svo leiðilegur að það næri ekki Lautier? Já. Æ, ekki þú bara að segja hans er skemmtilegu leikmaður, sko. Hann er góður leikmaður. Hann er efficient leikmaður, ekki eins mikið á Hann hefur línuna, samt aldrei skorar verið, mikið. hann hefur aldrei verið góður leikmaður í góðu liði í play-offs. Hann er líka bara búinn að vera 2 ár í play-offs. Já, hann var í fínu liði í fyrra. Með Khalil með sér. Ég væri alveg til í að sjá Dwayne í góðu liði, svona hvernig hann fungerar í þann liði. Góður í þessu einvíi á múti Grindavík núna, sko. Já, mjög. Þetta er 2 sturlaða leiki og 2 lala-leiki. Já, bara fín. Nei, hann var frábær. Ég Hann er bara svo fokki leiðilegur. Já, ég er alveg sammálaði, hann er samt góður, sko. En ég myndi ekki sæna Möller aftur. Nei, Ég væri til í að reyna eitthvað betra. ok. Svo er náttúrulega bara annan point. Þannig að það sem við erum að fara að gera, Já. við erum með 4 útlendinga, Mirza og Egor áfram, Craig, Möller og Remi Martin. Bless, bless, Já. ég sammálaði þessu. En myndir ekki hugsa sko, eins og Möller. Já, Daniel Mortensen er á sínum 150. samningi á Íslandi. Hugsaðu ekki, það virðist vera pínu erfitt að fá góðan fjarka sem er hreyfanlegur og getur skotið og allt þetta, uppfyllir allar þessar kríteríur. já. Gæti hann ekki alveg fengið annan samning á Íslandi? Eða? Jú. Jú. Þú veist, en kannski Mér ekki nógu góða finnst fyrir þeir Keflavík. aðeins svo styrðir saman, hann og Mirza, sko. Já. Mér fannst bara En Möller hans- aðeins svo mikið jójó. Hann var svona, þegar hann var að hitta bara lúkka hann úkslega vel en svo var það oft það sem hann var bara off. Hann var bara ekki nógu stöðugur. Sko. Svo er Jakob Rodning náttúrulega þarna sem Íslendingur, einhvern veginn no-brainer að halda honum fyrst hann er Íslendingur, en hann átti alveg rosalega marga lélega leiki í Já, vetur. hann var bara mjög slagur. Svo mikill non-faktor miðað við alltaf, sko. Já. En hann er ennþá góður leikmaður heldur, sko. En hann var bara... Leikmaður, já. Við höldum honum sem Íslendingur. Já, klálega. En hann kostar alveg, sko. Það sem ég ætla að segja, þú finnur ekkert rosalega marga fjarka 5 Íslendinga sem eru betri en Jaka, skilur við. Ekki Íslendinga. Nei, alls ekki. Hvað gerum við Íslendingan okkar? Höldum við þeim öllum? Já, Alltaf möllum. Ok. En ég hugsaði að því að til dæmis Bragi laus og ættir ekki budget fyrir Hilmar og Braga. Hvor myndirðu fara í Braga fyrir Hilmar? Veit það ekki alveg, sko. Ég veist, auðvitað átti Bragi alveg svakalegt season, en þarna continuationið er samt líka alveg verðmæti, sko. Já, klálega. Það getur alveg skipt máli og Hilmar verður kannski bara, ég veit ekki, aðeins meira að fá lyklana eða eitthvað. Ég hugsaði þetta okkur að ég var í Keflavík. Ég myndi reyna að hringi Braga. Nei, það er ekki hægt að bæta honum því Hilmar er í þessari stöðu. Það sem að ég er að spá, ef að við erum svona búinir með okkar fund hérna og við erum með 4 Íslendinga, sem er bara svona, það er ekkert mörg lið með mikið fleiri heldur en 4 Íslendinga sem geta eitthvað spilað. Og við erum konum með 4 ef að Jaka er einn af þeim. Er þetta nóg? Sama þjálfarateymi, fáum einhvern öðruvísi eða Kana en Remi og uppum Craig Möller í einhvern svipaðan, kannski aðeins hreyfanlegri. Erum við eitthvað að fara kontenta bara eitthvað allt í einu? Þarf ekki eitthvað meira að gerast? Það þarf eitthvað meira að gerast. Já. Það þarf að þá að uppgreita einn af þessum Íslandingum kannski í eitthvað alvöru sæn. Þessir eru ekkert að banka á, Hilmar var ekki valinn í landsliðið, Nei. Siggi fekk hann inn. Þannig að þeir eru ekkert með neitt sem er að banka á landsliðs. Hilmar er kannski svona fringe, eitthvað svona nálægt þessu, þú veist, en hérna bæta við, halda kannski Mirza og Egor, bæta við einhverjum alvöru, þú veist, point guard við þetta og kannski einhverjum alvöru íþróttamanni, þá ertu alveg komið með, já, þetta er gott, þá ertu alveg komið með flottlið, held ég, sko, þú veist. Þeir eru með, þú veist, hvað Ólafur Björn getur alveg komið inn á bekknum og úr með Jaka. Finnst þér bara ekki hafa verið nóg góður til þess að við séum svona rosa mikið að halda áfram að gera það sama, fattiði mig? Nei. Mér líður eins og það þurfu eitthvað að sprengja þetta eitthvað aðeins meira upp og fá inn Braga Guðmunds og Dwayne Lautier og nýjan þjálfara. Eða, veist, ég er bara svona, veist, þeir eru líka búin að vera bara slakir alveg í dálítinn tíma. Það er bara komið tími hjá Keflavík aðeins að henda einhverja sprengin í þetta. Þeir eru ekkert í umræðinni. Þeir voru í umræðinni í hérna, síðast voru þeir í umræðinni
þegar að Pétur Ingvars er með það og Remi Martin er heill. Já. Þá var síðast relevant að tala að Keflavík gæti farið alla leið og þeir tóku náttúrulega bikarmeistaratitil. Það fyrir 3 árum síðan. Þegar Remi meiðist í 8 leika mútið Grindavík og þá var leiðin að fara að skora einhver 80 stig leik. En þú veist, frá því að hann meiðist í þeim leik, hafa þeir ekkert verið, þá hafa þeir bara verið eiginlega bara í brasi, sko. Myndið þið hugsa að halda honum? Nei. Það eru einhverjar að hugsa þeir Keflavík, sant? Já. Menn eru fár veikir þarna, sko. Ég meina, ef hann væri ekki á garantít, kannski þá getur skipt honum út jólin eða eitthvað. Ég myndi bara ekki þóra því. En ég spyr þá, ef ég er eitthvað annarlið en Keflavík, tekir Remi Martin í Hött sem point guard? 100%. Tekir Remi Martin í Álftanes sem point guard? KR sem point guard? Skilur þú hvað ég fara? Já. Þú veist, Jacob Falko fer úr IR, tekið hann í IR sem point guard? Já. Þú svona, af því að það er einhvern veginn fyrir lið sem að er medium budget lið eða svona, þú veist, ekki einn af þessum top 3, 4. Það er ógeðslega mikið upside. Já. Tekur þú sensinn, skilur við? Já, og þú veist, mér fannst það samt hafa svona, mér fannst það skrítin inn í þessum hóp samt, sko. Það var það. Þú veist, það var einhvern veginn. Það var iðnaðarlið. Já, bara mæti vinnuna, svo er þetta bara, þú veist, kemistriðan hjá Val, skilur við, og allt það, einhvern veginn að öskra allir í smetti á hver öðrum og eitthvað svona. Var þetta ekki svolítið Messi í Stoke? Já, Messi í Stoke. Þú veist, var þetta ekki svona væga útgáfan af því samt? Jú, hann var bara aldrei klár kallinn. Eins og þú sagðir, hann var samt fínn í þessu innvíði, sko, en ég man bara eftir þessum óttaleik og hann situr í mér. Og hvernig hann var þegar hann kom, aldrei með eða neitt, þetta algjört feil. Það er að fara í eitthvað lið þar sem að hann kannski bara er kóngurinn. Já, frá byrjun. Ég myndi líka halda það, hann var að pína sig af því að honum vantar að fá stökkpalla til að fara aftur út. Hann er ekkert að fara neitt út. Ég held að hann þurfi að taka annað tímabil á Íslandi þá. Já, það er enginn sem að horfir á vídeóið af honum hérna eftir meiðsli og bara sænum hann í Monaco. Já. Hann þarf að koma aftur og búa sér til tölur í heilt tímabil. Já. En kveðjum Keflavík hér og hendum okkur yfir í bara undanúrslitin. Við erum hérna á miðvikudags hádegi í Myntkaup Arena. Ég ætla að reyna að koma þættinum út fyrir Val Grindavík í kvöld. Áður en að við pælum í því einvígi, ætlum við að gera upp leikinn í gær og spá fyrir framhaldið. Var það shocking? Sko, nei. Ég meina, kannski smá, ég veit það ekki, en Stjarnan er með, ef þú tekur bara þessi 5 manna byrjunarlið, þú tekur bara 5 manna byrjunarlið Tindastóls og 5 manna byrjunarlið Stjörnunar, hvor byrjunarliði velurðu? Ég vel byrjunarlið Stjörnunar, alveg klárlega. Ertu þá með Sigtrygg og Júlíus Orra í startinu? Og Basíl. Og svo ertu með Tæf og Drungílas á móti. Ég myndi bara segja að þetta séu, sko, ok, ég ætla að halda áfram, ég ætla að deyja á þessari hæð. Júlíus Orri er ekki í byrjunarliðinu. Nei. Davíð Skeggs er í byrjunarliðinu með Sigtrygg. Já, samt er það ekki. Já, þú veist, sterkasta liðið þeirra. Hver eru inn á í lokin í gær? Þú veist, ok, ég er bara að segja, stillum sterkustu liðunum. Ekki byrjunarliðunum, heldur sterkustu liðunum. Er þetta ekki bara 2 ógeðslega góð byrjunarlið? Ég veit ekki alveg hvort ég tek endilega. Já, ég myndi frekar taka Stjörnuna samt ef ég ætti að fara að þjálfa annað lið, sko, en getur samt ekki sagt að þið séu eitthvað betri á pappírnum, sko. Nei, en einhver svona umræð sko, að verður bara skandall Tindastól bara sópar ekki Stjörnuna og eitthvað svona, eins og þetta séu bara einhverju trúðar að spila fyrir Stjörnuna, sko, er mjög skrítinn, en það er samt líka að það er eitthvað lið sem getur tekist á við þetta. Ég held að Stjarnan sé örugglega í besta forminu í deildinni, ég myndi halda það. Langbesta forminu. Og þeir gætu þá tekist á við þetta, þú veist, best. Og ég held að trúin á verkefnið þarna og liðinars Baldurs eru bara svona. Já. Þú sér viðtalið Seth eftir leik, hann er bara eitthvað, þú veist, the coach, eitthvað. Má ég segja eitt, áður en ég gleymi því? Mér fannst það svo fyndið í gær. Pablo var kannski einn sem var eitthvað smá þreyttur í gær. En það er hann kannski bara eldri og ekki búinn að spila 35 mínútur allt season. Bæði við frábær í gær. Mér er svo fyndið að Hörður Unnsteins talaði mikið um það svona í fjórðarhluta að nú eru Stjörnumenn að vera þreyttir. Svo tekur Luka Gasic eitthvað frákast, dribla tvisvar,
hendurinn fram á Hilmar Hennings Layup. sem að fyrir lay-up. Svona, í hvaða heimi heldur þessi gæja séu þreyttir? Það bara það ekki. Þeir eru 25 ára gauðir, þeir getur spilað aftur í kvöld, sko. Já. Sko ég held að fyrir leikinn gera Stjarnan myndi hægja aðeins á þessu, svo sá maður bara leiður byrja. Þeir hlupu bara með þeim, sko. Pablo er eini sem að ég er svona að spá, verður hann eitthvað þreyttur í leiknum á laugardaginn. Já. Finnur hann ennþá fyrir þessum leik á laugardaginn. Hini gæjarnir, bara þeir getur spilað í svona 10 daga straight, 40 mínútur leik og bara svona fengi eitthvað nudd á milli. Bara svona eins og NBA. Þeir eru, held ég, eins nálægt í að vera í svona NBA atvinnumanna úthaldi og þól. Já. Þá er ég að tala um Hilmar, Giannis, ég er að tala um byrjunarliðina mínus Pablo Luka, já, einmitt. og hægt er á Íslandi. Þetta er svona highest of stand sem að ég man eftir. Arnar klikkaði svolítið í gær á einu. Einu? Já, þú veist, byrjunliðið hjá Tindastól, röðu í byrjun. Þeir voru að fara að búa til djúpa hólu og ég skil hugsunarháttinn. Við erum með breiðari hóp og eitthvað svona. Ég ætla að rótera og þeir verða feskar í lokin. Já. En hann róteraði allt og snemma. Hann hefði átt að gefa þessu 2 mínútur viðbót. Þá hefði þetta kannski verið orðin djúp hóla fyrir Stjörnuna. Setti allt inn á Dóligmættur inn á. Þeir réðust á hann 3 sóknir í röð. Alltaf lay-up. Þetta var örugglega ein lélegasta frammistaða sem ég bara séð hjá leikmann í play-offs. Þessi Dólig í gær, sko. Já, ég meina... Brosandi hann eitthvað, svo hefði ég skal viðurkenna eitt, þegar Grindavík tapar, ég á það til að kenna Mortensen alltaf allan anskotan. Ef að Dólig væri í mínu liði, ég væri orðinn bara, ég væri trill. Ég sagði nákvæmlega. Af hverju er hann inn á? Ég veit ekki, hann verður bara að fara að láta hann bara sem 9. mann inn á eða eitthvað, sko, í 1 mínútu, sko. Nótaði bara Ragnar. Af hverju, hvað er að Ragnar er góður, sko? Stjarnan ræðst bara á henni hvert eina skipti. Sko hugsunin, Já, bara... pælingin með að ætla að hlaupa yfir þetta Stjörnulið og vinna það á einhverju svona þreytu eða mannskap, fjölda á hausum sem að rótera, sem eru bara verri gaur en Stjarnan með inn á at all times. Þá er þetta Pétur Rúnar, Ragnar, Dalian Dolent. Þessi gæri eru bara miklu verri heldur en byrjunarliðið hjá Stjörnunni. Þetta er bara svo þú nefndir. Þeim líður ekkert illa þó einhverju ömulegi gæjar séu inn á að reyna að þreyta þá, sko. Þetta er bara svo þú nefndir. Þetta er bara eitthvað leikplan sem hann ákvað fyrir 3 dögum. Og svo byrja leikur og þú reaktar hann ekki bara, heyrðu, ég ætla aðeins að ræta þetta meira. Þeir eru að hlaupa yfir og hérna, sko. Þeir eru búin að vera í hvað 10 daga pásu líka eitthvað. Þessi gæjar eru ferskari bara, þeir hafa aldrei verið ferskari örugglega. Og ég sett spurningamarki við, þú veist, að þessi Doleng, þú veist, hann sé eitthvað svona, hann er ofta að hetsa út af miðju eða skipta mikið og á að vera eitthvað svona gaur sem á að geta. Já. Sko, Pablo Bertone var bara að labba framhjá hann bara í 3. leikluta. Já. Þú veist, ég hef aldrei fótarhraðin hjá þessum manni. Svo tók hann eitthvað step-back út í 3, einhver 8 skref. Það er ekkert að fara að gera Það er neytir reyndar. Ég ángríns. Jó. Bara ekki spila í næsta leik, sko. Nei. Ekki nema að sé bara einhver major villuvandræði. Þegar Drungilas er þreyttur og fer bara Taivo Badmus aðeins í 5-una, hann er stærri en Seth Day. Getur alveg dekka og var bara eitthvað að dekka hann líka í leiknum. Svo bara getur Ragnar Ágústsson alveg spila bara fjarka. Já. Og já. En djúðlega Seth Day góður í gær. Sturlaður, ég ætla bara að biðja afsökunar. Hann var frábær í gær. Hvernig ætlar að biðja afsökunar? Mig eða? Nei, Seth, I know you're watching the show. I want to apologize. I wasn't familiar with your game. I wasn't familiar with your game. Awesome yesterday, keep on going. Já, ok, þú verður að biðja Ég meina, hann var sturlaður í gær. Já, hann var geðveikur. Hann var að blokka einhvers staðar lengst. Já, hann var að koma úr horninu hinum megin, tvisvar á Basíl held ég í bæðaskiptin. Basíl var eiginlega komin í hreyfinguna þegar hann leggur á stað í hjálpavörn. Það voru bara 2 af blokkum tímabilsins, sko. Já. Ég vil hrósa naflanum fyrir viðtölun eftir leik. Hann þorir að spyrja og þú veist, spurði Arnar út í Doleng og allt þetta, sko. Já. Og svarið var eitthvað svona á þá leið að hann hefði ekkert verið það góður í dag en hann var bara fínn í seinasta leik og þetta sé nú bara eitthvað dagsform og eitthvað, sko. Já. Stjarnan sem er að ráðast á hringinn trekk í trekk og spila mikið Luka fyrir 1 og 1 og Hilmar sæsar upp og svona.
hann getur eiginlega ekki, hann bara getur ekki verið inn á, eiginlega. Þú veist, Nei. með við hennar fyrsta leik allavega. Þannig að hann þarf að fara að finna einhverja lausnir á þessu og bara spila líka, þú veist, Sigtryggur hefur bara ekki á einu tímpúti í vetur spilað meira en 28 mínútur eða eitthvað. Og ef einhvern tímann átt hann að spila Já. mikið, Það var í gær. af því að þetta var Sigtryggsleikur í gær. Fekk fjórðu villinu að snemma samt. Já, reyndar. En þú veist, hann var samt búinn að rótera. Já. Það sem ég skil ekki og hef aldrei skilið er, þú ákveður eitthvað rotation, sumir þjálfur að gera þetta og svo setur Sigtryggur, þú veist, hann er heitur. Já. Já. Af hverju kælan? Já, bara ef þú ert heitur, þá bara ert þú inn á. Já, af því að þarna var hann ekki kominn í villuvandræði. Nei. Það þarf ekkert að taka hann út af. Nei. Hann er búinn að vera allt sísonu að bíða eftir þessu playoffs. Hann var ekki einu sinni í seríunni þá, Nei. þú veist, hann er bara kominn á, ég man þegar Brynjar Björns talaði um þetta, að hann svona er ekkert eitthvað að tjúna sig lengur upp í þessa 50-dags leiki í nóvember, skilur, hann er bara búinn að vinna fullt af titlum, er alltaf í finals, bara so sorry, ég er ekki spenntur að fara að spila móti Hamri í nóvember. Sigtryggur er alveg kominn á þann standard. Já. Hann er alltaf í bikar undanúrslitum og úrslitaseríum og núna er hann, þú veist, komið með einhverja nýja greiðslu og skegg og Já, hann var, þú veist, hann var góður í gær, sko. ja, hann er í einhverjum gír. Já. Ég meina þegar hann setti þarna eitthvað skotan yfir bara Seth og Luka eða eitthvað Hann er að drepa gírinn í gæjanum. Já, sammála. Ég, en já, vissulega var hann að koma með þessar 4 villur en Svo finnst mér líka, annað í þessu, ég hef ekkert verið einhver harðasti Bjarni Guðmann maðurinn hérna, en hann setti 2 þrista í gær og var bara frábær í því sem hann var að leysa af í gær, frábær. Og bara algjör lúxus að geta verið með svona payroll leikmann í 5 til 10 mínútum allt season, svo þegar 2 meðjast á allt í einu spila hann 17 mínútur. já. Bara Og geggjaður í þar hlutverk. Gulsi gildi að hafa svona gaur í hópnum Já. sín. hann er drulluduglegur, svo er hann farin að sita hann svolítið fyrir utan, Já. þú veist, ef hann færi opið. Ég held bara, Baldur er að kreista allt út úr þessum mannskap Já. akkurat núna. Sem er heitt. Þetta var Hilmar ekki góður í gær Alls Nei. ekki. og hann á mikið inni og búinn að vera rokkandi, hann er búinn að vera mjög óstöðugur, þú veist, geðu sjúkur í leiknum móti KR hann að fjóraleiknum. En svo mætir hann í þennan leik og er bara slappur, Það sko. er ekki bara allar líkur að hann eigi Hilmar Henningsleik heima í Garðabæ og þeir komast 2-0. Já, svo getur það náttúrulega bara gerst, sko. Sko, það sem ég ætlaði sem að koma inn á er sko, Bjarni Guðmann er hérna 7. maður, leysir sitt frábærlega. Viktor Lúðvíks og eitthvað svona lætur finna fyrir sér í sína mínútur og bara fínni því svo sem. Hann lét ekkert punta sig af Drúgílas og félögum sko. Og hann fór í taugadar að Drúgíla, sko. Já. Einhver gutti var eitthvað að reyna Hann er náttúrulega nautsterkur þessi Já, strákur já, og já, hann alveg er það. mjög fysikal sko. Já, hann er bara, Yngri flokkum þá leysti var bara, þetta bara mjög vel, sko. Já. Yngri flokkum alveg óþægilegt dekkan fyrir jafnaldra sko. Já, klálega. Bara mjög. En það sem ég ætlaði að segja er að menn ofmeta breytinni hjá Tindastól. Þetta eru Sigtryggur Arnar og 5 útlendingar. Svo koma Júlíus Orri, Pétur Rúnar og Ragnar Ágústsson. Þetta eru allt fínir leikmenn og bara duglegi leikmenn og eitthvað svona. En að halda það að þeir séu í semifinals, að fara eitthvað að þreyta atvinnumannalið Stjörnunnar, er bara algjört kjaftæði. Þú veist, þetta er bara svona, Ég er alveg sammálað þessu. þetta er 6 manna gæðalið. Já. Fattiði mig. Og David Skegg svo sem talandi um að vera rokkandi sko. Og Daniel Dolens, ég ætla ekki einu svona að setja inn í þetta. Þannig í raun er þetta sko, er ekki 4 A-klassa leikmenn í Tindastól? Sigtryggur Arnar, Drúgílas, Badmes og Basíl. Er þetta ekki 4 A-klassa leikmenn? Jú. Erum við sammála? Já. Svo koma svona David Skeggs, eitthvað svona, shooter, svona sérfræðingur. Stundum setur hann 5 af 5, stundum ekki. Svo eru Júlíus Orri og hinir bara svona duglegir berjastleikmenn. Leysa af leikmenn. Þeir eru ekkert eitthvað í hærra gæðaflokki en Bjarni Guðmann. Nei. En eiga Tindastóll mikið inni, ég meina Basíl var geggjaður í gær, gekk, svo fækst út úr honum. Þeir eru allir góður í byrju. Já. Hann var svona ekkert spes En það eitthvað. svona aðeins Jó, í lokin. Mjög góður í lokin líka. En Drúgílas fann sig enga veginn Nei. og ég held að hann sé líka bara, Hann ræður ekki við hann hraða. Nei. nei, en er hann ekki líka Hann er bara, 36 ára sko. hann hlýtur samt að vera smá pirra ára því að hann, bara það er þetta að nota hann í sókninni bara, þú veist, sem bara svona einhver Draymond Green, svona þú veist, gefur réttu sendingarnar og setur réttu skríninn og þú veist, kann alveg að gefa boltan úr double-tími og eitthvað. Þó að þeir hafa stólið honum að í fyrsta skipti, þá fara þeir svo aftur á blokkina og hann gefur hann út að þeir fá þriggjastaskot.
hann vill líka örugglega bara vera meiri þáttakandi í sókninni, sko. Já. Sem hann var bara eiginlega ekkert í gær. En Og þú svo var hann veist, náttúrulega bara... Sigtryggur gegn svo Basíl sem drita upp svona 25 Já. fristum, sko. Og Drungilas bara eitthvað sprett upp og niður og Janis og Luka Gats eru búin að fara á hringinn í hvert einasta sinn þegar Drungilas er ennþá að slást undir körfunni, sko. Já, Janis var vel innstilltur í gær, sko. Já. Þú veist, hann ætlaði ekki eitthvað, þú veist, Hvað voru þeir að tjanta? Það var einhver að væla yfir því að einhver væri að segja eitthvað ljótt um hann. Veitum við það? Ég heyrði það ekki. á ég að segja það? Já. Það var hérna... Eitthvað bróður hans. Já, eitthvað. Að bróður hans væri Perri eða eitthvað. Já. En voru það, létur það alveg settilega degi fyrir það? Nei, það var eitthvað, Líklega ekki. það var líka sungið hérna We saw your DMs, we saw the DMs, we saw the DMs. Já, þannig að það var eitthvað svona... Það að vera graður það? Nei, það er alls ekki graður. Alls ekki graður. Það er alls ekki bannað og hann, ég menna, það voru einhverju nú að það var mikil hiti á bónusspjallinu eins og gerist alltaf þegar menn tapa. Já. Sem er gaman. Það var rosalegur hitt í gærkvöldi. Menn vildu bara admin út og... Já, en það fyndna er sko að hann er sakaður að, þú veist, vera eitthvað, sakaður hann hefur greinilega gert það sko. Verið að bjóða einhverjum eitthvað fyrir að kíkja til sín. Já. Þurfti nú ekki að borga neinum hann fyrir norðan til þess að gjörsamlega fara á þá alla sko. Hann tók Skagafjörðinn eins og hann leggur sig frí. Já. Svona fyndið að vaða í 27-15 mann tapsárir eftir leik sko. Já. En mér fannst að ég fekk lítið í hjarta þegar ég sá Tindastól-stuðningsmanninn taka mynd með Ægi og hérna... Ættu þessi þolið ekki. Svo finnst ykkur skrítið að öllum pjökkunum okkar líði illa erlendis. Mættu í einhverja deild í Evrópu, farðu eitthvað að biðja einhverja að tjanta ekki eitthvað og aðtöga hvort þú fáið kannski búning frá liðinu sem þú ert að heimsækja og virðingu. Þetta er svo mikið kjaftaðið. Þolið ekki. Já, ég vissi... Meiri hita takk, en hrós dagsins fær dómarateymið í gær. Tvisvar í skjáinn, í hitaleik, mögulega þrisvar. Fljótir. Djöfull voru þið fljótir, að afgreiða það og mér fannst Kiddi líka bara að vera tánum þegar hann fór. Hann sagði bara, já, þarna, já. Er þetta ekki bara svona, strákar? Er þetta ekki bara svona? Áfram. Svona mjög meðvitaður að það vill enginn að þið séuð að gera þetta. Hann skoða, þessi kamera, þessi flott, út. Mjög vel dæmdur leikur. Já, vel dæmdur leikur og mjög erfiður leikur að dæma. Þú veist, snertingar og mikið af grófum gaurum, erfiðum gaurum, fattar þau? Það er erfitt að dæma hjá Badmus og Luka Gasic. Þeir eru svolítið svona jarðítur, sko. Mjög erfitt að dæma hjá þeim. Bara ógeðslega mikill kontakt kringum þessa gaura. Já, þetta var bara geðveikt, sko. En förum þá í bara bettið í kvöld. Ef að Kiddi er ekki, Grindavík Valur, skjárinn yfir eða undir 10 sinnum og ég ætla að glósa það. Undir. Ég ætla að segja að það verði yfir 10 sinnum. Yfir 10 sinnum? Farið í skjáinn. Já, ég set undir en ég... Er það þá ekki bara eitthvað Íslandsmet eða eitthvað? Yfir 10 sinnum í skjáinn? Já, ok, ég er að grínast. En það verður Verður hægt að setja þetta upp ekki? Það væri reynda mjög fyndið. Já, en hérna, ég er samt sammálaði með þetta. Auðvitað, þeir þurfa að vera fljótar að þessu, þú veist, þetta er óþolandi. Og þetta var bara kennslustund hjá Kidda Óskars í gær á því svona hvernig á að gera þetta, sko. Hvað haldið þið gerist á laugardaginn ef við svona klárum þennan leik? Ég held að Stjarnan fari í 2-0. Tjóðilega það huge prediction. Eru þeir að fara að taka seríun? Áskarður það er ógeðslegt að spila þarna, sko. Já, ég trúi því. Tjóðilega, sko. Ég get ekki annað, maður stjórnar ekki tilfinningunum sinum. Þið þekki það. Já. Ég get ekki annað en ég bara hrífst með þessu stjórnuliði, sko. Ég gerði það í gær líka. Já. Maður getur ekkert annað. Ég gerði það líka í play-offs fyrra. Ég hata það á allt regular season, einhvern veginn. Ég hata það og ég er bara svona, þeir eru góðir og dýrir, ég held alltaf með litlu liðunum. Já, leiðu þetta underdogs, þá heldur maður með þeir. Já, og ógeðislega auðvelt að halda með þeim þegar þeir eru underdogs. Já, en það er samt erfitt með Stjörnuna því að fyrir Luka Gasic og Sethilu Day og Giannis, þetta eru óþolandi náungar, sko. Það er mjög erfitt að halda með þeim, en ég vona að Stjarnan myndi vinna í gær, ég viðurkenni það. Já, ég er alveg sammála. Í gær var þetta alveg, þú veist,
þeir voru, maður hélt alveg pínu með þeim sko. Ég ætla líka að fara að vera einn harðasti Bjarna Guðmann maður hérna frá. Já, ég er orðin Hann kemur hann inn á, slæri einhvern í hálsin óvart bara eitthvað svona, hann er bara eitthvað að reyna að leggja sig fram og svona slæsar tvisvar í hálsin á Drungilas eða eitthvað sem er bara svona stuggar eitthvað og bara hvað er þetta að gera? Hann bara svona horfir á hann bara með hermannaklippinguna sína á móttuna og bara svona, ég er bara að reyna að leggja mig fram. Og svo þegar hann hoppar yfir hann og tekur hann niður aftur bara, ég er bara að berjast. Já, ég er sammála. Þegar hann er ekki að spila á mútið mínu liði, þá finnst mér mjög gaman að horfa á hann. Aldrei neitt vænt, hann svarar aldrei eitthvað svona, hvað meinur? Ég er bara fastu fyrir að leggja mig fram. Og bara svona aldrei tuð, aldrei vænt. Hann er aftur svona gamla skólanum. Bara gerur sitt besta. Love the guy. Já, þú hlýtur að fengi svona hlýtt í hjarta þegar Ragnar Ákusson á blokkinni með Bjarna Guðmann. Vintage. Herðu og einhver Vintage íslenskur körfubolti. öskraði, farðu á hann. Ég horfði svona, nei. Já. Góð hreyfing hjá Ragga samt. Já, hann kom að svaka fótahreyfingu, bara klikka á Vel leigubílnum. gert hjá Bjarna að teygja úr sinum 188 cm fjarkaskrokk og bara halda honum. Þetta er það sem við viljum sjá. Svona undersized Íslendingur í fjarkastöðunni að pánda annan undersized Íslending. I love it. Engin hjálpavörn, bara snúningur. Heyrðu, sko. En já, ég með langa að koma inn á eitt í lokin. Eitt í lokin. Þú varst búinn að banna mér svona eitthvað að koma inn á þetta, en hérna... Altanis, please. Sko, Arnar Guðjóns getur hringt í mig ef hann þarf lausnir á því hvernig á að vinna þetta Stjörnulega því að við náttúrulega skorum 124 stig á þá í lok tímabils og svolítið slátruðu þeim. Þannig að Arnar hringdi í mig ef þið vantar einhver svona ráð, hvernig á að skáka þeim. Svo vengið. Herru, næsta mál. Ég slóst mig alveg út á laginu með þessari einræði. Hérna, það sem ég ætla að fara í núna er bara leikurinn í kvöld. Já. Ef menn fara inn á Epic þá mæli ég bara með því að menn taki Run and Gun Special og ég skil ekki okkur heitir ekki Run and Gun Special inn á Epic en Hvað segir hann við þessu? Hver? Run and Gun Special, síðlinn? Sko, hvernig líst ykkur á það? Grindavík sigur, Grindavík að skora undir 90 stig, Frank Búker að skora yfir 12 stig og Kristoffer Eikoks að taka meira heldur en 9 fráköst. Hvað klikkar hér? Eikoksin með 9 fráköst. Heldur hann náði því ekki? Nei, mér finnst það allt annað vera bara líta vel út, sko. Sko, ég held samt að Kristoffer Eikoks verði í himnaríki laus við Mirza Búlits og svona hæðina í honum og Craig og eitthvað svona. Heldur að honum finnst skára að spila Sempol eða? Já, Sempol er bara soft. Hann er miklu meira athlít heldur en Mirza Búlits. Nei. Ég held samt 10 cm minni. Ég held að Kristó leið bara ekki vel á mútið Mirza. En hérna, já þessi seðill, ég veit ekki, Frank Búker yfir 12-5, veit ekki. Sko, þarna erum við að fara að sjá mismundið leikstila. Það var hraður leikur í gær, ég held að vera meira svona halfkort leikir, Grindavík Valur. Ég ætla að biðja mína menn í Grindavík tvennt. Nú sjáum við gegnum þetta nice act leikrit hjá Frank Búker. Það fyrir ógeðslega pyrrun á mér. Frank Búker er bara fauti. Eins og þegar hann klósaði á Remi, hýndi bara í framann, svo endar hann alltaf og það er eitthvað klafs, þá hoppar hann upp á baki á þér, glímir þér niður, svo endar hann alltaf að knúsa þig. Þannig að hann meiðir þig, svo þarf þetta að kissa hann á kinnina þegar hann knúsa þig. Þú veist, ég ekkert svona kjaftaði. Ef hann meiðir þig og ætlar að knúsa, bara burtu með þig, þú ert að fá olbó í næstu sókn. En ef það er einhver sem nenni því ekki þá er það líka Kane sko. Nei, við svörum bara fyrir, það er ekkert svona eitthvað Frank Búker, eitthvað nice guy acting. Jöfull, hvernig fóru ekki bara allir slafarnir í Keflavík og bara hópuðu sér í hann þegar hann lamdi Remi Martin í andlitið? Og svo horfði maður í endursýningunni, bara var þetta óvart, en hann starir á hausina. Þetta hafði ekki verið út úr húsi sko. Það var planið minni. En hérna... Og ef Remi Martin hefði tjúllast og gert eitthvað mikið úr þessu, nei, jafnvel bara íhuga hendunum út. Þetta verður ógeðslega pyrrun á mér. Hann er búinn að mastera þetta? Já, ég elska þennan mann. Hann er búinn að mastera þetta? Mér finnst geggja, þú veist, og þetta er allt geðst óvart og hann knúsa þig og
og hann búinn að gjörsamlega Já. sko, beita þig ofbeldi. Já, og þú þarft að knúsa hann í þokkabót. Já, en þú veist, hann gæti pirra Grindavík með þessu. Já, Þú veist, þeir hann eru mun ekki- gera það sko. Og hérna, Grindavík náttúrulega voru nálægt í að sæna hann, þannig að það er einhver Hann saga þeir þarna. héldu að hann væri kominn. Það er síðasta mikil sumar. saga á milli þessara liða líka. Ég meina, 2 ár síðan þeir voru í úrslita einvíu. Já, og ekki? svo slóðu Grindavík út 3-0 í fyrra minni mig. En svo, þetta er alltaf sama. Slóðu þeir Grindavík út 3-0 í fyrra. Grindavík sló Val út. Já. 3-0 í fyrra. já. Það var Kári meiddist. Kári meiddist. já, hérna, Sko, Finnur gerir alltaf sama. Hann er bara að ráðast á Mortensen alltaf, alla helvist leiki. já. Booker, hérna, hann er bara vinnir. Hann er bara sigurvegari, sko. Já. Og hann mun koma, þú veist, hann kemur bara í leik 5 og bara jarðar Keflavík. En hvernig fer þessi leikur í kvöld? Ég held að Grindavík vinni í kvöld. Er Grindavík streitvinn hjá mér í bildernum góður eða? Já. Takk. Svo málið er með Keystone Woods er búinn að vera mjög góður. Hann gat fengið Hilmar á sig og Remi og þá er hann bara eitthvað svona klappholt og svo skýtur hann bara yfir menn. Þið skotið yfir menn, já. En Skýtur hann ekki er yfir ekki Kane. með marga sem hann getur skotið og ég veit að Kane mun taka, Kane er farið að líma sjá hann og Kane er bæði ekki búinn að vera góður í þessu úrslitakeppni. Hann er ekki ennþá eitthvað byrjaður að nenna þessu mikið. Hann Nei. nefndi þessu stundum á móti Lot hér. Þegar hann var orðinn það pirraður. Hann mun líma sig á Keystone Woods. Já, svo, þú veist, Já, en er það samt? Eru þeir ekki að fara að láta King Kristoffer Breka á Woods og hann Nei, ég trúi skýtur bara ekki. yfir Kristoffer Breka alltaf? Já, það bara, Kane það bara að vera á honum. Á hverjum öðrum á Kane að vera. Það nú fyndast í heimi Kára. þegar ég settu Nei, Kristoffer Breka til höfus Pipkins og hann skoraði 30 stig í fyrirháleik. þetta er heldur gott. Típiskur íslenskur feik góðu varnarmaður, sko. já, Grindavík þarf að sanna fyrir mér að þeir séu góðir, sko, Hverjir? Grindavík. Það var 20 í þessu. Grindavík, Njarðvík. Þeir hugsunarhátturinn var að þeir áttu að vinna Njarðvík svo auðvitað og Njarðvík býtu bara frá sér frá fyrstu sókn og það fór í taugarnar á Grindavík og þeir voru bara vanstiltir alla þá serju og plús að þetta bakvarateimi hjá Njarðvík var bara ströggl fyrir Grindavík. Ég held að þeir verði ekki að vanstiltir á móti Val. Þeir vita bara að þeir eru að fara að spila á móti level up liði sko. Þetta verður bara barningur sko. Svo náttúrulega átti Milka bara hell of a series. Já, hann var bara mjög góður. Valur geta ekki farið í þessa auðveldu, það sem að Valur geta ekki gett við Grindavík sem við gátu við þess að hún sagði ráðan, Remi Martin og Hilmar Péturs og Halldór Garðar og eitthvað svona. Þeir eru ekkert að fara að pósta upp eitthvað óla í þristinum og Pargo er alveg helviti sterkur líka á póstinum sko. Skiljið hvað ég meina? Já. Ef það er eitthvað sem hún getur ekki gert við Grindavík, það er að svona pönka þá á póstinum sko. Já, það er Þeir alveg eru svo þykkir, þeir eru náttúrulega í handboltaformi sko. En Þeir eru mjög þykkir. það sem að Grindavík getur samt ekki, þeir hafa verið að lifa á þessum skotum frá Pargo mjög mikið. Er það að fara að ganga upp á til Val? Ég meina, svona isolation bolti, 1 á 1, endalaust, Á móti Val virkar ekki. Nei, það þurfa aðrir að Pargo og Kane mögulega. Já, en þú veist, og Mortensen þarf að stíga líka upp. Kane er bara búinn að vera hræðilegur sóknarlega, bara ömurlegur. Alltaf fram á hringin og Kane. Já, alltaf fram á Skot hringinn. fram á hringinn. Stundum er ból, Njarðvík. sko. Það verður mjög áhugaverður leikur. Ég held að bæði þessi lið, Ég held að verði ógeðslegur körfuboltaleikur og þess vegna held ég að undir 89 stig á Grindavík Já, sé mér finnst bara það gott, sko. meira en nóg þó að þeir vinni leikinn. Sko. Það verður eitthvað svona 78-80 isolation bolti. Já, en svo fer þetta líka mikið eftir því hvernig Kári er, sko, hvort að hann sé alveg 100% heill. Ég meina, Kári var ekki góður mútið Keflavík. Nei, hann var það ekki, ja, bara eiginlega þetta skot þarna sem að, og bara átti ekki góða serju, en hérna spurning hvernig hann kemur tilbaka í því, þú veist, Eikoks átti erfitt uppdráttar þar sóknarlega, já, með Keflavík, spurning hvernig hann dettur inn, þannig að hvar munu Valsmenn fá stigið sín, sko, þú veist, verður þetta bara Lazar Keystone? Nikolic mögulega. Já, einmitt. Callum Lawson er ekkert að fara að posta upp einn eða neitt hana í Grindavík, sko. En Valur bara geta samt bara unnið, þú veist, Valur er eina liðið sem er eftir, sem að getur mætt einhvern leik, spila bara sína vörn, skorað 81 stig og unnið fucking leikinn, sko. Og þeir þurfa ekki meira en 14 stig frá neinum, sko. Nei. Þeir bara, þú veist, þeim hlakka til að fara yfir í vörn og svo gera þeir bara eitthvað í sók, sko. Jú. Hnoðast og svo búka sóknarfrákasti með hrinda einhverjum og knúsa hann svo og hversu oft hversu margar körfur skoraði Valur í þessar seríu
sem voru ekki upp úr neinu nema bara broken play og einhver makes a play upp úr Þú veist, það er mjög oft sem sóknin bara búin þá allt í einu köttar búker og maður bara svona þú veist, hann reyndar ógeðslega góður og tímasetta kötti sín munið þegar Keflavík bjargaði sem í hverju hendunum í spjaldið og hann fór í hendurnar á búker ég veit ekki hvort það var kannski Valsari sem reddar og ég sagði sjálfsögðu búker að fá þetta leið það búkerlegasta play sko ég ætla að segja líka sko það sem típist líka einhver sko 22 sekúndar sókn sem endar í svona half contested Callum Lawson ofstuttu skoti ömuleg sókn sko svo kemur Kristoffer Eikóks hoppar þú veist yfir spjaldið nær frákastinu hinn vörnin alveg búin að vera rótara í 20 sekúndur þannig að allt collapsed hann hendur út og hver þar galopinn? Kári Jónsson með tungun út og fagnar eins og þetta hafi verið besta sókn landsins og bara tungan út og flugvélinn þú veist, hversu oft hefur þetta gerst? Ég bara sé þetta fyrir mér þetta gerist endalaust þeir fá svo mikið að second chance stigum og eru bara ógeðslega góðir í einhver svona barningi og harki og einhver svona iðnaðar sigur bara Valur og en svo sem Sempúl góður frákastari, Kane líka þú veist, Mortensen líka, ég meina boltinn dettur í hendurnar á honum já, en þeir eiga hann reyndar svolítið, þeir ættu að eiga Kane og Mortensen inni þannig að það verður fróðlegt að sjá hvernig það verður bæði lið, tæknilega séð Valsarnir voru ekki góður á móti Keflavík í þessari seríu heilt yfir þeir voru góðir í seinni hálfleik í þessum mótaleik þannig að þeir eiga helviti svona marga alls sama með Grindavík sko. Já, en það er það sem ég er að segja, þú veist, hvenær eru Valur eitthvað svona, þú veist, þeir hafa verið alltaf að komast í finals og komast í einhver undanúrslit, unnið bikarinn og eitthvað svona, alltaf titil. Þegar þú hugsar eitthvað svona, hvenær Valur voru eitthvað geðveitt góðir, þú manst ekkert eftir bara eitthvað þeim í einhverjum svona leik eins og Stjarnan í gær, bara eitthvað hlaupandi upp og niður að skora endalaust og tróði yfir alla, þú veist, bara ógeðslega gott valslið bara eitthvað þétti fyrir í vörn og einhvern veginn iðnaðar sigra, sko. Ég sagði einhvern veginn í þættum daginn, þegar Valur setur ykkur að sýningu og hittur öllu, þá skorar 86 stig. Já. Eitthvað að frétta Arnóri eða? Ekkert sem ég hef heyrt, sko. Nei. Nú ert þú Grindjáni. Já. Eini Grindjáni þáttarins. Hvernig svona pressa, væntingar af því að við vorum tala að rétt á hann var þetta Tindastól, þú veist Stjarnan kom inn sem underdogs og eitthvað svona. Grindavík voru ótrúlega miklir yfirburða dogs í fyrstu seríunni. Hvernig komum við inn í þessa seríu? 4. sætið að mæta. Sem Grindavík allan ekki underdogs. Það var nokkuð ljóst með heimaleikaréttinn. Eru Valur að koma inn sem underdogs? Mér persónulega finnst það. Okay. Og mér finnst Grindavík vera með betra lið. Þannig að þeir eru kannski að koma inn svona, ef að Njarðvík var svona 10% af 100, þá eru Valur kannski svona 50% af 100 underdogs. Já. Og mér finnst vera eins og með, auðvitað, maður alveg kannski smeykur, ég nenni ekki einhverju búker sýningu, ég ekkert hræddur við einn en einn í Val, sko. Refsökur, mér finnst Grindavík vera með miklu meira firepower í liðinu sínu. Ekki Grindavík samt bara meira sko, bara hræddir að bara geta ekki skorað eitthvað konsistent, lenda í of löngum köflum þar sem það erfitt að skora. Það gæti vel verið. Það er ekki svona það sem að menn ættu að hræðast. Svo náttúrulega sjálfsögða því ég drullaði yfir bossmannin hjá Val, þá verður hann góður í kvöld. Já. Það er Ígor Marit svolítið inni. Hann fær bara varla að sjá gólfið sko, en Það ræður ekki við skiptivörðina? Nei, og spurning hvort að hann nota hann eitthvað núna, kannski, ég veit ekki hvern þú getur notað hann á, veist. En hann geti farið eitthvað Óla kannski? Já, og Óli Óla ætti líka í eitthvað inni. Veist. Já. Ég meina, ef Grindavík smellur, þá vinna hann að leiki kvöld bara þægilega, því að Valur er ekkert eitthvað sturlaður, sko, bara alls ekki, sko. Mér líður oft með Val, sko, þannig að, þú veist, nú það var bara svona adrenalin kick síðasta leik, skilur, bara ótrúlegustu menn mættu allt í einu á leik á Hlíðarenda sem að mæta bara 8 leik, sko. Já. Og fagna bara af mikill innlifun og knúsa leikmennina sem að þeir samt vita ekkert hverjir eru. Nei.
nú er það búið og nú mæta þeir á útivöll, það er 0-0. Það er bara svona öðruvísi einhvern veginn með þessa fullorðnu menn í Val stundum þegar þeir þurfa ekki að vinna, skilurðu. Þannig að annarkvort mæta þeir áhyggjulausir og bara eitthvað spila góðan leik. En svo líka til, skilurðu, að bara svona þetta smellur ekki í kvöld. Pargo á einhvern leik og Mortensson á einhvern leik. Það er bara svona, tökum bara næsta leik. 0-0 ennþá, sko, strákar, engar áhyggjur. Það er aldrei áhyggjur, fattur. Nei, Finnur eru setja allt áður miljónsinnum, sko. Já, þannig að bara svona, ég er einhvern veginn með þá tilfinningu að Grindavík mæti bara eitthvað svona núna, eitthvað graðir og það var svolítið bara eitthvað að sanna líka eftir þessa Njarðvíkurseríu, sko. Þetta var bara, það litu ekki vel út. Og fyrir mér þá bara verða að taka heimaleiki, verja heimavöllin í þessa seríu. Gæti verið að þeir vinni bara með 16 í kvöld, sko. Það væri skemmtilegt. Svo veit maður... Svo tapaði seríunni. Ef eitthvað sem að Finnur sá í Grindavík Njarðvík, hann mun örugglega leyfa bara Sempolör með boltanum á toppnum, bara ákveð þú bara hvað þú vilt gera væni. Því hann er alveg agalegur að taka ákvarðanir í sóknarleik, sko. Setti nokkra þrista múti Milka. Já, reyndar. Ég held að menn vilja alveg lifi með því, sko. Samt, sko, ef hann fellur á honum þegar hann er með boltan, samt, sko... Ef hann er snöggur að svinga honum og beint í skrið, já, það sem ég ætla að segja. Að því að þeir voru orðin svolítið góðir í því líka móti Milka, sko, að hann fer bara beint í Pargo. Já, og þá er engin hjálp. Og það er engin hjálp, og Pargo svona af dripplunu er you don't wanna go there. Nei, ef hann kemst inn í miðjuna, þá bara stuttur jumper. Já. Verður þetta þjálfaraskák? Já, mikil. Er það skák sem að þið Grindvíkingar eru kókraustir fyrir á móti Finn sem alltaf win? Ég get ekki sagt því sé kókraustu fyrir mér finnst bara, við oft lent í vesenu með valsliðinans Finn, sko. Komum með spá, seriösspá. 3-1 Grindavík. Þetta verður ótur, þetta fer, hvora meint eftir þetta, ég ætla að segja 3-2 Valur, sko. Ég ætla að segja líka 3-2 Grindavík. Ég held bara, mér finnst þetta bara eitthvað svo valslegt, mér finnst þeir aldrei hafa verið eitthvað spes, einhvern veginn. Þeir eru með einhvern glatan, Lassar Nikolic þarna. Hættu að tala, mann. Búið. Já. Þið þurfuð ekki að sæna út á Álftanes, þó að þið elskið svona gaura, þið þurfuð ekki að sækja hann. Þetta var óþarri, en ég veit að það eru menn út á nesinu sem fá vatn í munnin við hann. Don't go there. Já, allavega já, mér finnst bara eitthvað svo típist að þeir vinna þetta. Mér finnst eiginlega að bæði lið þurfa að sýna eitthvað og ég held að mér fannst Valsmenn eiginlega bara að taka þetta á reynsluna að það mátti Keflavík. Ég held einhvern veginn að þeir græi þetta og endi á ótrúlegan hátt í úrslitum. Já. En Stjarnan Valur, það er svona úrslitasería sem við höfum ekki séð. Já. Djöfull væri til að Kane og Woods líma sig á hvern annan. Ég held að það gæti orðið alvöru dogfight. Er Woods svona nokkri kanni sem að ekki svona bakkað á honum, sko? Já, Woods... Bas þegar hann var Njarðvík þá var hann að gelta á hann, sko. Er Woods að fara að gelta á hann? Gelt á Kane, já. Vona það. Gýrin sem Woods er núna, hann er geltandi og allt og alla þarna, sko. Já. Þannig að þetta gæti orðið alvöru slagur, sko. Þegar við höfum séð ótrúlega marga kanna ekki nenna að taka slaginn við hann, sko. Ég held að Woods nenni í þessum gýr sem hann er núna. Er hann ekki bara að fara að pakka hann saman, Kane? Hvað hefur Woods, eins og þú sagðir á hann, ég meina Woods er frábær að koma sér svona midrange og skjóta yfir læri menn. Er hann eitthvað að fara að skjóta yfir Kane? Nei, bara Kane að fara að pakka hann? Ég held það. Vonar það? Já, við vonaði innilega. Bara að menn liggi í honum, hann er svo snöggur að draga á villu. Já. Þannig að menn þurfa alltaf að gefa honum smá andrif, þá erum bara búin að skjóta yfir því, sko. Já. Þessum hundleiðilegu löngum tvistum. Ég elska þessa löngu tvistum. Ég þoli það ekki, That's fundamental real bad. Ég, Svo er Callum Lawson að posta upp hann í aðra hverju sóknu. Þetta er ógeðslega leiðilegu körfubolti, maður. Þoli ekki Val. Heyrðu, færum okkur í lok þáttarstrákar aðeins yfir í fyrstu deildina. Ok. Ég fór á KV Breiðablik. Já. Vinn þáttarins Mikael Máni var búinn að stilla með Hrafni Kristjáns upp í svona varnarmulningsvéla klíník. Ok. Tókum mína menn í KV og eiginlega bara brutið á andlega og líkamlega. Konur í 2-0. Líður eins og svo sería sé búinn. Já, ekki vanmeta KV. Nei. Já, ég sé það alltaf að vinna leik, sko. Ég held að ég vinni næsta. Og
Ég ætla að mæta þarna á seinasta leik sko, en þá var annar leikur í gangi þarna. Það var óttaleikur. Já, oddaleikur, djúvillættu veikur að mæta þarna. Ég meina við pjúristar mætum og horfum á alvöru körfubolta. Já. Á meðan þið horfið á Mirza móti Nikolic og einhvern bossmann bolta, þá fer ég að horfa á þessa Íslendinga berjast. Já, og hérna Lars á fullt inni á KVF og ég spái því hann muni á stórleiki næsta leik. Þannig að Þeir eru að gera helviti vel blikarnir að setja haustnum hærri Amerikan sem getur hreyft sig á hann sko. Já, og það er Fullorðinn mann sko. Ef að Káa færi upp, mættu þeir það? Já, skilst það. Djúvill væri það ógeðslega fyndið. Það væri mjög fyndið en En það er ekki að fara að gerast, því Nei, miður. Ekki nema bara Sölvi meiðist eða eitthvað, þú veist, blikarnir eru svona hálf heilir, já, bara með rosalega svona, bara já, ég veit það ekki. Af því að útlendingarnir á blikum voru svo sem ekkert góður í þessum leik. En ertu sér að segja að hérna feðgarnir sé outcoach að finna hann í KVF? Nei, ég held bara að, Kanna móti bara, já, ég held að það sem er að koma í ljósi bara að þeir eru með svona 2 bestu leikmenn seríunar í Sölva á kananum og blikarnir eru bara of vel skipulagðir til þess að ná ekki að notfæra sér það að vera betur mannaðir, Kalli er náttúrulega bara drullugóður. ef við myndum ekkert í þessum leiksamt, sko. setja þennan Kana í KVF, Já, væri KVF bara á leiðinu upp með einn útlending. já, Hvað vantar lítið upp á þarna? bara 100%. Já, 100%. já. En svo var líka bara Sölvi frábær í þessum leik, hann svona var með einhvern 27 stig eða eitthvað og það bara, Hann er mjög góður. hann bara stjórnaði bara öllum leiknum frá A til Ö, sko. Já, hann er mikið eðið, sko. Og svo finnst mér líka bara svona partí í KF hafa klárast með bara KR seríunni, fattiði mig. Það er bara svona einhvern veginn, ég fór þarna eftir einhvern leik á móti Stjörnunni eða fyrir eða eitthvað og það var biluð mæting sko og og bara geggjuð stemning á móti Fjölni. Það var ekkert að frétta núna sko. Nei. Það voru færri mættir frá KF heldur en frá Blikum sko. Ef að það, þú veist, eitthvað sem ég held ég enginn í Kópavogi fari í fílu yfir, þannig að þeir eru nú ekki með einhvern stóran stuðningsmannahóp í körfubolta sko. Nei. Þannig að þú veist að það er, já þetta var smá svona letdown fannst mér. Líka bara, ég kaust þennan leik fram yfir oddaleikinn og það var 20 stiga munur early í seinni hálfleik sko. Já. Og svo ég mögulega aðeins eftir ég að fara að þarna sko. Já, ég skil það vel. En svo leikur náttúrulega í gær. Fyrradag. Selfoss, já, fyrradag. Þar töpuðu menn peningum. Já. Já, Selfoss halda áfram að koma óvart. Það er bara þannig. Og Já. ég bara, þetta er fáralega vel gert, sko. Þetta er bara, ég horfði á hann leik og, bara ég horfði á í byrjun. Þegar Gigliotti var bara eitthvað að dribla frá þryggjasteluninu og taka spin move og svo bara eitthvað alls konar, þeir eru bara að dýfka róteringuna Selfyssingar sko. Já. Það er bara gaurar að koma inn bara í fyrsta sinni núna í playoffs, ég man ekki hvað hann heitir. Setti þrist. Já. Og það var ekki gott hjá Sindri að hafa tapað þessum leik sko. Nei. Þú veist, þetta er bara svona, þeir eru allt og vel mannaðir til að, og Clayton Ladín sko, bara svona þriðji hver leikur hjá honum er bara eins og hann sé á leiðinu með þér í KR Bumbu. Það sem að hann getur verið lélegur þegar hann er fínn í körfu er unreal hvað botnin er lár hjá honum. Já, hann... Ég er ekkert svakalega hrifinn af Kananum hjá Sindra sko. Mér finnst það bara einhver svona roleplayer hjá þeim. Já. Rosalega, þeir tveir, Selfoss Kaninn og Sindra Kaninn. Já, það er núlla hvernig annan út. Það er svo skrítið þegar Kaninn er oft á tíðum sko þriðji, fjórði besti leikmaðurinn inn á í liðinu sínu. Já. Manni líður alltaf eins og maður gæti í fyrstu deild bara eitthvað rölt 2 götuhorn í New York og fundið betri leikmenn sko. Já. Bara úti að leika sér sko. Já. Er hann meiddur þarna? Sörðan? Já. Já. Hann meiddist í fyrra og líka búin til Hetti. Já, skilst að hann spila ekkert meir. Nú, Það er alvöru... Var bara eitthvað lithó eða eitthvað? Já, það er alvöru högg að því að sá kann fyrstbildina. Já. Og Hann er smá Frank Búkar í honum líka. Já. Leiðilegu gaur, en samt alltaf... Já, hann kom... Just use the screen. Já, ég verð alltaf
þakkláttur fyrir hann að koma okkur Álftnesingum upp náttúrulega. Hann var í Álftanes, já. Já. Það er rétt. Og og Kom hann ekki í upp líka? Jú. Hann er algjörlega svona X-faktor. Það var geggjað að það myndi koma. Þetta er bara nýja Medina. Já. Hann er frábær í fyrstu og en það er samt eitthvað að veita Selfoss-stemmið. Það er mikil stemming á leikjunum. Hávaði var í þeim í þessum leik. Já, það er bara alvöru fucking stemming á pöllunum. Hvað Geta þeir stólið útileik? Ég held ekki. Þetta er viðbjóðslegur útivöllur, sko. En ég er búinn að Þetta er lítið hús, sko. En ég er búinn að svona skipta skoðun með að þetta verði sóp. Fyrst það er 1-1. Það verður víst ekki. Nei, ok. Ja, ég held að Selfoss gæti alveg tekið annan leik, en ég neita að trúa öðru þar til að ég bara sé það. Alltaf Selfossingar koma okkur óvart og allt það, en ég held að þetta verði í öllum heimum Sindri Breiðablik úrslitaserja. Hverjir fara upp? Ég held bara eftir að ég séð Blika, ef að Blikar haldast heilir þá fara þeir upp. Ég held það. Hverjum heimaleikir rétt þar? Sindri. Ég vona innilega að Sindri fara upp, að bara gaman að fá eitthvað nýtt. Ég held að þeir eru líka ruglaðir, þeir eyða peningum í erlenda leikmenn næsta ári ef þeir fara upp. Ég held bara svona heill Sölvi á móti Clayton Ladín er bara að fara trassan, sko. Gæti verið bara ljótt, sko. Það er bara að trassa Clayton Ladín. Hann er svo Breiðablik lúkka bara svo vel, hann svo langur, flotta hreyfingar. Þegar hann er að setja þessi Kobe Bryant, sko, þá er þetta bara óstöðvandi gaur, sko. Hann setti ekkert í þessum leik sem ég sá, en Gæti hann verið í úrvalsdeildi eða? ég held það fyrst. Það er alltaf þessi spurning, sko. Hann einhvern veginn, þetta er svo skrítið, því að stundum tók hann eitthvað handoff, tók einhver hreyfingu, og maður bara eitthvað svona, hann er með svona skrokk eins og LeBron á móti gaurunum í KF. Já. Og svo bara eitthvað, Hann lúkkar. líða 2 leiklutar og hann er búinn að, taka 2 fadeaway Já. og bara svona, af hverju er hann ekki bara eitthvað að dræfa? Segir mönnum að fara frá. Já. Hann skítlúkkar, sko. Þú veist, Eye-testið er gott. Já, eye-testið er frábært, sko. Það þarf eitthvað lið þá í fyrstu til næstari að pikka hann upp strax ef að Blikarnir fara ekki upp með hann. Já, ég held að þetta sé eitthvað svona, þetta var samt eitthvað svona, Hann átti ekkert að hann fara í átti Breiðablik. ekkert að koma í Breiðablik dæmi, Já, skilurðu, ok. en samt einhvern veginn eftir ég hafi síðan, þá er ég ekkert bara eitthvað svona, wow, það meikar ekki sens að þessi gaur sé hér. Hann er ekki það góður. Nei, en Nei. ég veit það ekki maður. Maður er eins og ruglaður með þessa útlendingarstundum, Já. þú veist, bara einhvern veginn svona býst við einhverju, bara svona eins og Gigliotti, skilurðu. Já. Þú veist, bara eitthvað svona Colin Pryor var stundum ekki einu svona á honum lengur og þá var bara eitthvað svona Halldór svona dekkan sem er ógeðslega duglegur gaur, Já, en þú veist, og búið að, þú veist, hann er orðinn stór og eitthvað, Já. en þú veist, gæinn er svona 20 km léttari en ég. Já. Og Gigliotti bara eitthvað, þú veist, bara hvernig nærði ekki öllum sóknarfrákustum, skilur. Já. Skil stundum ekki svona hluti, hvernig þetta gengur upp. Nei, ég held að 1000 grindingur vandi honum ekki hvað einna, sko. Gigliotti. Já. Já, við notum hann alltaf lítið. Fór í KR, beilaði okkur út og tók hann. Náttúrulega mikill munur samt einhvern veginn að vera að spila móti kannski Drungilas og Jordan Semple og svo, þú veist, guttunum í Selfoss, sko. Já, Það ég... er Það er svo aðalega- mikið að manhöndla það. Hann myndi nú Málið er halda að það. Gigliotti getur ekki spila í úrvalsdeildi því hann getur ekki hetsað eða neitt. Nei. Og ekki, þannig að þú getur ekki haft hann á vellinum. Hann er bara óhreyfanlegasti maður. Meðan þessi Semple og Drungila, þeir eru með allt þetta bara hreinu, sko. Það er bara Gílas náttúrulega hetsa bara út á miðju, sko. Já. Og bara geggjaður í því. En já, þetta verður spennandi að sjá fyrstdeildina. Já, ég vona að Sindri fara upp. Myndum við nennan því? Bæði Höttur og Sindri uppi? Já, Nei, ég myndi ekki nenni. jú, Já. ég Já, freka þá að, ég nefndi ekki að fá Hött upp, sko. Ég vil minna budget í ferðarkostnað, meira í leik. Já. Ég hef enga- Já, ég er engan sammála húmor manna. fyrir Hattarliðið, Blikandi fengu sína sénsa þarna með Hauka frændurna að þjálfa liðið einhvern veginn og Já. það er komið nóg af því. Já, En þetta er alvöru mulningsvél sem þeir eru búin að byggja þarna feðgarnir, sko. Vá hvað mér leið bara svona, þeir eru svo gróir, kvarta frá byrjun til enda, frá sko, þjálfarateyminu og niður í síðasta leikmann. Já. Og samt er sko,
en svo eru þið samt líka mikið að tala við dómarana, Já, skilurðu, það bara svona non-stop samtali í gangi. Finnur Freyr skólinn. Frá byrjun til enda, Já. Enda bjó Hrafn Kristjáns þennan skóla til. Já. Þú veist, það bara non-stop samtali í gangi við dómarana. Af hverju þetta, af hverju hitt og svo röflaðin á milli og það smiður svo kemur Dino Stiptis þarna inn á. Þú veist, eitthvað svona hálfmeiddur, öll skotin stutt. Sleppir því ekki að bumpa eitthvað off the ball samt óþægilega, sko. Þetta bara svona allt sem að káfa finnst gaman við körfubolta er búið að sjúga úr þeim, skiljiði mig. Já, annars góður eða? Frábærir. Já, geggjaður. Er það ekki bara góður í dag eða? Jú. Hvað meira sem einhver liggur á hjarta? Áfram karfa. Ok. Manni. Ætlarðu á leikinn eða? Nei, ég kennst ekki í kvöld. Ég ætla á leik 3. Ótrúlegur. Ég ætla á leik 3. Leik 3, hvað er eitthvað langt í Hlíðarenda í leik 2 eða? Ég nenni ekki Hlíðarenda. Ég á slæma minningar þar svo 8 leik síðast. Heyrðu, eitt sem við þurfum að ræða. Drakk svona 18 svona herratöskur þar. Þeir leikur svo leiðilegur. Sko, og þetta er ekki, nú er ég ekki að tuða, ég er bara einlægt forvitin. VIP sæti Grindvíkinga. Já, þetta er bara gegnum eitthvað gler á efri hæðinni. Er þetta einhverja COVID-reglur eða? Ég veit ekki, ég er mjög stefnir. Stendur þú fyrir þessu? Nei, ég er alveg Þetta er skrítið. Já, ég held að VIP, ég sá að vera auglýst stólum allt, ég að vera meðfram vellurum. Já, þetta er 50 skall sko. Já, þá er bara Ég á alveg 50 skall. Ég er alveg til að mæta í eitthvað kampavín og eitthvað rugg með þér, skilur. Ég meina, þetta er bara þetta er tímakaupið þitt við að mála, skilur. Ég viðurkenni það. Ég er alveg til í þetta. En ég er ekki að sitja í einhverju glerbúri. Þá vil ég þegar ég er búinn að borða með þér humar og kampavín fyrir 50 skall að einhver leiði mig niður eins og Huginn gerði held ég eða Brjánsi þegar ég kom á leik á Álftanes. Leiði mig í sæti mitt sem er undir fucking körfunni. Ekki bak við gler. Ég skal viðurkenni það, ég sá mynd af þessu. Ég myndi ekki eins og nenn að sitja þarna þótt að mér eru borgað 10 skall fyrir að sitja þarna. Skammakrúk, þetta er svona háir barstólar með engu baki. Það þarf eitthvað, markasteildin þarf eitthvað að gera betur þarna. Já, auðvitað þessi Álftanesupplifun er, þú veist, þar sem þú fær súkkulaði, jarðarber og kampavín og svo leikinn í sæti. Ég er þetta kvartað því, ég fekk ekki góðan hamborgara, menn ég er til í premium price, en þá verður að hafa þetta alvöru. Hafið þið þá góðan mat, kaldan bjór, ekki Volkan. Já, hann er skíkaldur á Álftanes. Hafið hann í glasi, leiðið mig svo inn í sætið mitt, þá er ég alveg til í 30-40 skall. Ok. Skilurðu? Já. Ekki bara eitthvað svona, hei, hendur mér eitthvað dýr sæti, og svo bara... Já, auðvitað. Og hvað? Já, Það verður að vera eitthvað. Ég flókið að fucking grilla kjöt eða? Og semjiði við eitthvað kjötbúð. Já. Ég meina menni, þetta er bara Brjálaðir yfir. sjálfboðaliðar að leggja sér fram. Hvað segirðu? Þetta er bara sjálfboðaliðar að Já, en málið er að sjálfboðaliðar eru mjög oft alvöru bara markastengjandi businessmenn og kunna þetta og þeir þurfa bara svolítið að hugsa ef þetta væri grill hjá fyrirtækinu mínu, hvað myndi ég bjóða upp á, skilurðu? Þú veist, ég er að halda eitthvað event fyrir fyrirtæki sem ég er með. Þá myndi þeir gera þetta öðruvísi, sko. Ég skil ekki okkur að skamma mig, ég kom ekki nátt til því. Ég vil að þú reddir þessu, ég vil að þú komir hérna í podcast fyrir leik 3 og segir, heyrðu, þetta er búin að sjá nýja pakkana. Já, ég færi sæti bara niður. Þetta er insane, þetta er ekki lengur bak við gler og það er ekki hamborgari heldur að tala við humarsöluna í Grindavík. Lyftu verðinu í 69.000 krónur. Ertu klár? Einhver svona alvöru upplifun. Það er nú stutt að fara að sækja humar, það er bara Þorsteinn Finnbogason. Já, ég sá hann með Derry derhúfum daginn, mér finnst það cool. Hann líka komið 3 krakka. Já, ég segi það. Hann er lífið búið í honum í billi. Lífið er rétt að byrja reyndar, með öll þessi bönn. Já, það er kóngurinn. Hann á þetta, við stöndum í þakkarskuld og hann á Álftanesinu líka. Fáið þið hann til þess að gera VIP upplifun? Nei, það yrði bara, jú, hann myndi gera vel. Það yrði mikið brennvín held ég. Ég vil sætið upp og mikið brennvín. Ég vil VIP sæti upp við völlin. Já. Endum, þetta er lokaorðin. Skam. Sæti niður, áfram gakk. Og upp að veitingar. Time behind enemy lines, so I got mine, I hope ya. You from the hood, I hope ya. You want beef, hope ya. And when I see you, I'ma take what I want, so you try to front, hope ya.